Heiða Hlín Björnsdóttir, fyrirliði. Heiða. Það var virkilega góður tveir-leikir síðustu helgi á móti Grindavík, þar sem tóku uppeldisfélagans Helga og Löðar snyrtilega. En nú það hár veggur sem að þið þurfa að klífa á morgun, það KR. Já, ég bara stuttum seinustu helgi, þá var þetta bara frábær helgi, við spilum bara akkurat okkar bolta og bara loksins náðu að koma okkur saman sem alvöru lið og bara sjaldan sé okkur spila vel, sem bara flott. Og já, KR á morgun segi ég, þær eru taplausar á toppnum, þannig að þetta verður challenge fyrir okkur, en við bara sýnum okkur og gerum enn betur en seinustu helgi og leggjum allt í þetta. Með hverju sigurleiknum styttist í tapið og það gæti allt eins komið á morgun. Nákvæmlega, það geti ekki unni allt sko. Við þurfum aðeins að gefa þeim smá keppni hérna. En Heiða, þeir eru búin að mæta KR 3 sinnum í vetur og þetta eru 4. leikurinn. Hvað þarf að gera til þess að leggja liðin svo KR? Þetta eru allt stelpur sem að kunna leikinn vel. Þær eru þarna með útlending sem að spila í úrvalsdeild í fyrstu sinn þetta tímabil. Hún er mjög seig, þannig að við þurfum að finna leið til að stoppa hana aðeins, af því að það fer allt í gegnum hana, hún er ótrúlega flink. Þannig við þurfum að finna einhverja leið til að stoppa hana og síðan bara við erum búin að spila á móti þessu stelpum núna í 2 ár, þannig að við kunnum alveg hvað þær geta á þannig að við þurfum bara að nota okkar styrkleika til að gera þær aðeins veikari. Nú var Benni búinn að stýra ykkur í 2 tímabili, ekkert skrítið að mæta á honum núna sem þjálfara? Jú, það er mjög spes. Ég man allavega í fyrsta leiknum þá var þetta pínu óþægilegt, en svo líka bara gaman að sýna honum að það gengur ennþá vel á Akureyri þótt að hann sé ekki hérna og þannig að þetta er mjög skemmtilegt líka. Já, talandi það að gangi vel. Þetta er náttúrulega Heiða, í upphafi var enginn sem bjóst í því að þó Akureyri í toppbaráttu í fyrstu deild heldur akkurat á hinum endanum. Já, nákvæmlega, það voru nú ekki góða spátnar sem við fengum hérna fyrir tímabilið, en auðvitað erum við búin að fá góða styrkingu inn í liðið, bara allar þessar gömlu kempur að koma aftur sem er búið að vera ótrúlega gott fyrir okkur. En svo erum við líka bara allar drullu góður í körfubolta og sýndum það bara og sýnum það ennþá. Og þið hafið náttúrulega sýnt að liðið hefur sýnt að núna með hverjum leiknum sem líður að þá hafa þú ert í yngri kantinum og svo eru þarna stelpur sem eru alveg bara barnungar líkuð sem hafa verið að gera alveg feikilega gott. Þær kunna þetta. Já, nákvæmlega, bara ótrúlega gaman að sjá þessar stelpur stígu upp og loksins fá að spila alvöru bolta Stelpur sem ég var að þjálfa þegar ég var að byrja að þjálfa þannig að þetta er mjög skemmtilegt og það er skemmtileg blanda af eldri og yngri allavega núna. Góður mórall. Mjög góður mórall, allt ótrúlega skemmtilega stelpur og alltaf gaman hjá okkur. Þið stefni á sigur? Auðvitað. Hvenær gerum við það ekki? Ég segi það. Heiða, gangi ykkur vel. Takk fyrir. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.